Sæll verið fólkið, þetta Mannamál. Aðalgestur minn að þessu sinni hefur farið á kostum síðustu daga. Þorvaldur Gylfason, prófessor, vertu velkominn. Takk. Hefur heldur betur vakið athygli síðustu daga í magnari ræðunni síðastliðinn mánudag á þessum makalausa borgarafundi. Förum aðeins yfir meðal annars það sem þú sagðir þar og hefur verið að skrifa hér bæði í Fréttablaði, Skírni og Herðubleið á síðustu misserum. Við byggum til einhvers konar samfélag hér fyrir, við getum farið meir en 100 ár aftur í tímann. Þegar Hannes Hafstein var bæði ráðherra og síðan þegar hann var án ráðherrategnar bankastjóri þessa milli, þá einhvern veginn klemmdu við stjórnmál og viðskipti saman. Já, eitt heitasta deilumál heimastjórnar áranna var einmitt bankamáli og þá rifust menn grimmt háværar kröfur brottvikningu bankastjóra og svo framvegis. Það var lítið breyst. Og Íslendingar völdu sér þá samfélagsgerð þar sem girðingarnar milli stjórnmála og viðskipta og þar með talið bankamál voru æði gljúpar. Mér langar að lesa fyrir þig ef ég má örfáar setningar úr einni ritgerð sem ég birti í einu safnari minni fyrir nokkrum árum. Þar stendur þetta: Þá datt mér í hug samtal sem ég átti í fyrra við einn af helstu lögfræðingum vorum. Hann var að segja mér frá meðferð einnar íslenskrar peningastofnunar sem nýlega var komin í fjárþröng. Sögurnar voru svo hroðalegar að hárin risu á höfði mér. En þetta ekki hegningarvert, spurði ég. Það myndi að vera allstaðar nema á Íslandi, svaraði hann rólega. En það ekki svo að hér sé framinn grúi lagabrota sem eru á almannavitorði en enginn hróflar við? Ekki spillingin í þjóðfélagi voru orðin almennt umtalsefni án þess að rönd verði við henni reist? Almenningsálitið magnlaust af því að lífsskoðun almennings stefnir öll að vorkunnsemi. Yfir allt breidd blæja, þar sem kærleikur kann að vera uppistaðan en kæruleysi áreiðanlega ívafinn. Og þetta gæti svona alveg sátt við í dag. Þetta Sigurður Nordal, prófessor í ritgerð í Skírni árið 1925. Og lítið sem ekkert hefur breyst. Og hvers vegna hefur allt of lítið breyst? Vegna þess að umkvörtun Sigurðar í Skírnisgreininni var réttmætt. Það átti að taka á hlutunum jafnharðan í stað þess að breiða blæju yfir þá. 10 árum síðar gerður samskonar hlutir í bönkunum sem urðu Bjarna Bendiksinni síðar forsætisráðherra og Pétri Bendiksinni bróður hann síðar sendiherra á alþingismanni og bankastjóra. Tilefnið til orðaskipta sem fá nútíma fólk vonandi til þess að lyfta augabrúnum. En þetta voru einkabréf milli þeirra, ég segi frá því lauslega í Skírnisgreininni sem þú nefndir. Og svona hefur sagan rakið sig og svo gerist það að loksins þegar stjórnvöld verða við frómri kröfu það að færa bankana úr ríkiseigu yfir í einkaeign, að þá þannig farið að einkavæðingunni að stjórnvöld standast ekki freistinguna til að setja gamla Landsbankann og Búnaðarbankann upp í hendurnar á mönnum sem að þeir töldu sig geta verið í talssambandi við, svo ég noti bara orðalag þeirra sjálfra. Og þannig voru bankandi komin í hendurnar á mönnum sem höfðu enga reynslu af bankarekstri og keyrðu þá í kaf á undraskömmum tíma. Af hverju höfum við ekkert lært? Af hverju hefur okkur aldrei tekist að breyta þessu? Er þetta eitthvað landlægt? Er þetta eitthvað ofríki stjórnmálamanna sem við höfum aldrei losnað undan? Já, ég hygg að lærdómurinn á Færeyjakreppunni fyrir 20 árum sé býsna gagnlegur. Því að þar gerðist það að þingmennirnir og útgerðarmennirnir og blaðamennirnir og allir hinur, þetta voru allt sami klúbburinn en ekki beinlínis sömu mennirnir. Og þeir fylltust algjöru sjálfsábyrgðarleysi vegna þess, eins og fjármálaráðherra þeirra sagði á sínum tíma í viðtali við Wall Street Journal, við trúðum því að Danir myndu aldrei láta okkur fara á hausinn. Og af þessu varð kreppa sem að Færeyingar súpa seyðið af enn dag í dag í þeim skilningi að þeir eru 9.000 færri en þeir væru ella.
og það auðvitað mjög sorgleg blóðtaka fyrir svo lítið land og hún óafturkræf. Á hinn bóginn, og það ætti að gleðja og hughreysta Íslendinga, voru Færeyingar undrafljótir að rífa sig upp úr djúpum dal. Það að segja landsframleiðsla í Færeyjum og hún dróst saman þriðjung sem var samskonar hrun og í Sovétríkjunum á sama tíma. Atvinnuleysi rauk upp undir 25% af mannaflanum. En á fáeinum árum voru Danir aftur, Færeyingar aftur komnir á réttan kjöl og þeim tókst að greiða á örfáum árum tilbaka þá erlendu skuld sem hlóðst upp í kreppunni. Og það var skuld við Dani og það annað atriði í Færeyjadæminu sem ætti að vekja Íslendingum von og það það að erlenda skuldin sem Færeyingar þurftu að vinda ofan af á örfáum árum, þeir gerðu það á 6 eða 8 árum eftir því hvernig maður mælir það, hún var litlu minni en svo erlenda skuld sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur að íslenska ríkið sitji uppi með þegar búið að hreinsa til. Þar höfum við það. Þú sagðir í þinni mögnuðu ræðu á borgarafundinu síðastliðinn mánudag fyrir tæpri viku að það mætti rekja svona þetta bruðl í samfélaginu, getum við kallað það græðgisvæðingu, ég veit það ekki, aftur til árana þegar við erum að taka upp kvótakerfið í upphafi 9. áratugarins. Já, við vorum margir sem héldum því fram strax þá að þá væri verið að stíga afdrifaríkt ógæfuspor. Og fyrir okkur vöktu tvenns konar rök, annars vegar hagkvæmnisrökin sem við þurfum ekki að tala núna og hins vegar réttlætisrökin. Það sé þessi hugmynd að það væri yfir höfuð leyfilegt í siðuðu samfélagi að búa til auðmannastétt sem stjórnmálamennir völdu sjálfir úr hópi útvarpsmanna í samræmi við löggjöf sem allir vita, það liggur fyrir að útvarpsmennir sömdu sjálfir og Alþingi stimplaði. Og allir flokkar sem þá sátu á þingi báru sameiginlega og sinnulausa ábyrgð á þessu. Og við sem stóðum gegn þessu, við vorum margir en við urðum undir að því sinni og við sögðum þarna verið að gefa fordæmi inn í framtíðina, þarna verið að storka réttlætiskend almennings og að því kemur fyrr eða síðar að almenningur segi hingað og ekki lengra. En stjórnmálamennirnir komust upp með þetta í þessari lotu. Já, og fólki lét þetta yfir sig ganga. Og fólki lét þetta yfir sig ganga og svo þegar að því koma sömu menn og sömu flokkar ætluðu að fara einkavæða bankana. Hvers vegna skyldu þeir hafa haft annan hátt á en þennan silfurfatshátt sem að þeir höfðu haft á stjórn fiskveiðanna. Og þar kom að það bar svo vondan árangur eins og við höfum séð núna síðustu 2 mánuði að almenningur reis upp svo að stappar nærri að landi rambi á barmi byltingar. Af hverju Þorvaldur heldur að ÖBN hafi verið tekin upphaflega ætlaði þáverandi forsætisráðherra sem nú seðlabankastjóri að hafa þetta í dreifðri eignaraðild alla þessa banka sem urðu að einkabönkum en síðan var þetta sett á faramanna hendur? Ég held að þeir hafi séð sér hag í því að hafa bankana í vinveittum höndum. Það náttúrulega þekkist hvergi í siðuðu landi að framkvæmdastjóri stærsta stjórnmálaflokksins aldarfjórðungs skeið bara haldi áfram sem varaformaður í bankaráði bankað eftir að hann komin í einkahendur. Þetta var bara auglýsing. Ósvífin auglýsing á því sem þarna var í gangi og varaformaður Framsóknarflokksins. Ég man ekki hvort það var það þá ennþá en ég hættur að vera það. Sat áfram í bankaráði Kaupþings. Þetta náði engri átt. Og þú ert að segja það sumpart í þessum greinum í Skírninni og Herðubreið og reyndar í Fréttablaðinu að sko þessi svokallaða einkavæðing, hún tókst þá aldrei betur en svo að stjórnmálamennirnir höfðu alltaf þennan aðgang að þessum svokölluðu einkabönkum. Já, en tilgangur einkavæðingar... Þannig að breytingi frá Hannesi Hafstein 1904 kannski ekki svo mikið. Nei, tilgangur í einkavæðingunni átti einmitt að vera að taka fyrir þennan aðgang og að svo miklu leyti sem það var ekki gert að þá mistókst úr. Og þetta ekki sem ætti að koma okkur óvart. Við einkavæðingin til dæmis í Rússlandi, ríkisfyrirtækja, hún var þessu sama marki brennd og allir sjá hvað afleiðingar það hefur haft þar. þar sem fáeinir auðmenn að ráða lögum og lofum í krafti illa fengins auðs. Og það gerðust svipaðir hlutir í Austur-Evrópulöndum öðrum, þó að rússneska dæmið sé grófasta. Hvað vildu segja að því að 1. desember á morgun fullveldisdagur þjóðarinnar 90 ár frá því fengum fullveldi, hvað vildu segja svona pólitík? Er þetta einhverju leyti vanþroskuð lýðræðispólitík? Já, Ísland ungt lýðveldi.
64 ára gamalt. 64 ára gamalt. Nú eða nýrætt ef þú miðað við 1918. Nú eða 104 ef þú miðað við heimastjórnartökuna sem nú mikilvægasta dagsetningin af þessum. En okkur hafa enst þessi 104 ár til margra góðra hluta. Það engin vafi. Og undirstöðurnar hér eru sterkar þótt yfirbyggingin hafi gefið sig að sömu leyti í kreppunni. Þessu megum aldrei gleyma. Því að fólkið, lifandi fólk, er langmikilvægasta auðlind sérhvers lands. Og það á að sömu leyti sérstaklega við Ísland vegna þess að hér býr fólk sem er sífellt betur mannað og menntað, sífellt meiri reynslu frá og þekkingu á útlöndum sem er svo mikilvægt fyrir lítið land. Og að öllu þessu búum við og þess vegna er það allra mikilvægast af öllu að við látum okkur takast það að efla svo traust milli manna hér innanlands og út á við að unga fólki missi ekki trúna á landinu. Það allra mikilvægasta er að finna trúverðugar réttar leiðir til þess að halda unga fólkinu heima eða til þess að svo miklu leyti sem eitthvað þeirra telur sig nauðbegt til þess að fara að geta breytt út faðminn á móti því og laða það hingað heim aftur. Það má ekki bregðast eins og það brást í Færeyjum. Þetta er langbrýnasta verkefni stjórnvalda. Segðu mér eitt, þú talar það í greinarðinum og skrifar að viðvörunarbjöllurnar voru farnar að hringja miklu fyrr heldur en margir ætluðu og sumir hreinlega tóku þær úr sambandi að þér virðist og hingað voru keyptir menn. Beinlínis segir þú til þess að fegra ástandið, ítrekað. Viðvörunarbjöllurnar byrjuðu að hringja í smákreppunni sem gerði vart við sig 2006 og þá var skrifuð hvít og vottar skýrsla sem mér þótti ekki vera góð. En hún virðist hafa náð tilgangi sínum því að menn róuðust aftur og héldu áfram á rangri braut. Það er að segja þenja út bankana út yfir allan þjófabálk. Og síðan var ekki mitt þetta ár þegar menn farin að ókeyrast aftur þá kemur önnur svona skýrsla og hún var ekki heldur góð að minni hyggju. En hún var varla fyrir komin út en allt hrundi með brauki og bramli. Nú eru fjármálakreppur og bankakreppur þeirrar gerðar að þær verður aldrei spáð af neinni vissu og allra síst með nákvæmum tímasetningum. En kranakenningin er góð? Já, kranakenningin er nokkuð góð. Teldu kranana og ef þeir eru margir að þá áttu von á kreppu. Eins og helst í fjármálakreppu fræðingur heims sem prófessor í Chicago sagði við íslenska vini sína þegar hann kom hingað fyrst 2007. Og hann reyndist hafa á réttu að standa þótt til að vera gerð til þess að hrópa hann niður líka. Já, hann sagði ég gef ykkur 1 ár. Og ég verði að játa það þegar ég var í Bangkok 1996 og þá kunni ég ekki þessa kranakenningu. Ég sá kranana en ég kunni ekki að tengja. Og einmitt, margar leksíurnar einmitt frá Tælandi og þeim löndum fyrir 10 árum eru svo mikilvægar. Leksíur sem menn lærðu fyrst þá og það var svo litið sorglegt þegar á þetta var bent í umræðin hérna heima þá var bara sagt Ísland er ekki Tæland. Næsta spurning takk. Og þetta voru gróf mistök. Ég fékk þessi viðbrögð jafnvel í sjálfum Seðlabankann. Og það hefði verið hægt kannski að komast hjá þessu með því að grípa tímanlega í taumana. Ég las það í bresku blaði í London fyrir nokkrum dögum að Gordon Brown muni hafa sagt það forsætisráðherra Bretlands við íslenska forsætisráðherrann strax í apríl að það væri full ástæða til þess fyrir Ísland að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Og þessar upplýsingar hafa aldrei komið fram eða verið staðfestar hér heima. En ég tel mig einnig hafa heimildir fyrir því að Íslendingar hafi fengið samskonar tilmæli í seðlabönkum Norðurlanda og einnig í Evrópska seðlabankanum og einnig í bandaríska seðlabankanum. Og þeir hafa alltaf neitað. Hvers vegna? Jú, sennilega ef þetta er rétt, af ótta við að missa andlitið. Þeim fannst það á einhvern hátt auðmýkjandi að verða fyrsta þróunarlandið á OECD-ríkið í 30 ár til þess að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Heitir þetta ekki á mannamáli Þorvaldur Dramber falli næst? Jú, það heitir einmitt það. Og þetta voru mistök því að það er engin auðmýkinga í því fólgin að leita ráða þar sem þau gefast best. Og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er allra
stofnana best til þess fallin að leggja á ráðin það sem gera þarf í kringumstæðum sem þessum. Enda lít ég svo á, hafandi lesið núna skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Ísland og vilja yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans, að þar allt eins og það á að vera. Og þetta bara áætlun sem smíðuð eftir kúnstarinnar reglum. Og þess vegna það ótækt að það bersýnilegt að Seðlabankinn gefur út þessa viljayfirlýsingu í eigin nafni með hundshaus. Af því að honum ekki sama æruna finnst óþægilegt að taka lán. Kannski vildi hann halda áfram á vitlausri braut, ég veit það ekki, en það afleitt að íslensk stjórnvöld skuli ekki standa óskipt með ótvíræðum hætti á bak við eigin efnahagsáætlun. Fyrir þá sök eina að þeir fengu hjálp í útlöndum við að setja hana saman. Þorvaldur Gylfason, bestu þakki fyrir þetta. Gaman að hafa þig. Takk.